Það er undirbúningunum lokið. Þú svona sem gamall landsliðsþjálfari, þannig að hvernig líst þér á? Mér líst bara ágætlega og ég held að strákarnir hafi svona rétt sýnt sitt rétt andlit í hálftíma. Það var alveg nóg, þetta er svona klassískur, síðasti æfingarleikur fyrir mikilvæga umspilsleiki. Það er nú oft svona menn gera ekkert mikið meira en þeir þurfa og þeir sýndu hérna svona meðan okkar sterkasta lið var inn á. Spiluðu mjög vel bæði í vörn og sókn og sýndu hvað þeir geta. Og svo er kannski eðlilegt aðeins að fjari undan svona eins asnaðið og það er. Þá bara einhvern veginn er það svoleiðis. Menn sjá fyrir sér 2 erfiða leiki framundan, erfiðu vetur að baki og menn reyna bara að spara krafta. Menn svona koma misjafnlega hnjaskaðir og kannski Aron núna náttúrulega og Lirri. Þetta er svona bara hluti sem við vorum alltaf að horfa á. Það er alltaf meiðsli í liðinu. Já, þetta er bara, og við einhvern veginn íslenska liðið hefur nú sloppið ágætlega í gegnum árin. Þetta er búið að vera mjög erfitt núna í vetur og síðustu 2 vetur. En þetta er að ganga tilbaka. Arnór Atlason er kominn aftur í sitt fyrra form. Snorri Steinn sömuleiðis, Alexander er á réttri leið og er kominn með sinn skotkraft aftur. Einn áhyggjarni er náttúrulega Aron Pálmarsson, en ég meina ef hann nær sér góðum núna í sumar þá hefur maður litlar áhyggjur af því. Álagið á honum verður mikið minna ef hann endar á því að fara til Ungverjalands núna strax og þá hef ég svona tiltölulega litlar áhyggjur af meiðslastandinu. Svo eru náttúrulega strákar sem eru kannski búin að vera svona aðeins í annarri línu hjá liðinu, Ólafur Bjarki og Rúnar Kárason, báðir með slitinn krossbönd, þeir koma tilbaka vonandi sem fyrst og þá erum við komnir með býsna stóran hópa mjög öflugum leikmönnum að því gefnum náttúrulega engin annan miðist. Hvernig fannst þér Portúgalar? Þeir eru allt í lagi. Þeir bara, náttúrulega maður man eftir kannski þessu gullaldaliði Portúgal sem var hérna upp úr aldamótum og þeir eru langt í land með að ná þeim hæðum, en þetta eru ungir og sprækir strákar og þeir sýndu alveg fína spretti svona köflu. Það vantar náttúrulega bara fleiri öfluga leikmenn og fleiri menn sem eru að spila í alvöru liðum til að verða eitthvað úr þessu í hafðum, en mér sýnist þeir svona vera á réttri leið bara miðað við það sem hefur verið undanfarin ára. Kom virkilega mikil dífa í portúgalskan handbolta og þetta er svona aðeins skref í rétt átt hjá þeim. Mikil barátta í þessu liði sem sýndist maður ekki svona virðist aldrei gefast upp og slást hvern einasta bolta. Já, þeir eru með hugarfarið alveg á réttum stað. Það bara vantar upp á gæðin einfaldlega ef við erum alveg hreinskilin. En þetta er á réttri leið og það er kannski það sem er mikilvægast fyrir portúgalska liðið og þeir kannski fúlir að komast ekki í umspilið núna og ætla sér örugglega að fara einu skrefi lengra í næstu riðlakeppni og við skulum bara vona að það takist hjá þeim. Það er alltaf gaman að fá fleiri öfluga þjóðir inn. Bosnía, er þetta erfiðara og stærra verkefni heldur en við erum að kannski búumst við? Nei, þetta er bara held ég akkurat það verkefni sem við búumst við. Þetta er júgóslavneskur handbolti og hann er alltaf bara automatískt af ákveðnum gæðaflokki og það er svona nokkuð vita hvernig þeir spila. Og það er kannski sama vandamál hjá þeim og er hjá þessu portúgalska liði. Það eru fínir leikmenn þarna inn á milli sem geta tekið ágætis spretti en á heildina sé þeir íslenska liðið með mikið betri leikmenn, mikið betur skipulag, mikið meiri reynsla. En það má hins vegar ekki vanmeta og ég hef enga trú að strákarnir okkar vanmetið á nokkurn hátt. Við eigum að fara á HM. Snorri, ekki ekki, þú ert ekki í stuttbuxum einu sinni, af hverju ertu komin hingað fram? Við eigum að fara á HM. Já, við eigum að fara á HM og allt annað er í stórslys. Takk fyrir það.